Þú ert að hlusta á Samstöðina. Róttækt sjónarhorn á atburði dagsins. Já, komið sæl aftur. Ég heiti Marja Lilja og þið eruð að horfa á rauðaborðið hér á Samstöðinni. Í dag þá fór fram fundur stjórnmálafræðinema við Háskóla Íslands þar sem að talað var stöðu flóttafólks og þar komu fram ýmsar upplýsingar sem að vöktu áhuga minn og annarra nærstaddra. En það fór nú svona, hvað við nýjan tón í stefnu sjálfstæðismanna sérstaklega í málefnum flóttafólks og annarra sem hingað leita hingað koma í leita betra lífi. Svo hann minntist á að helstu hindranir þess að hér væru bara hreinlega opin landamæri og fólk gæti fengið atvinnu utan Schengen væri verkalýðshreyfingin og þetta þótti mér mjög forvitnilegt svo ég stökk á Vilhjálm eftir erindið og ég óskaði eftir því að hann myndi nú kannski skýra aðeins út fyrir mér hvað það nætti við. Þannig að það kemur hér Marja Lilja, ég og Pétur Fjölsteð, tæknimaður og Vilhjálmur Árnason, þingmaður Sjálfstæðisflokks. Við erum með tvö kerfið, það er annars vegar verndarkerfið og svo atvinnuleyfiskerfið. Og ef þú ert ekki á evrópska efnahagssvæðinu, þá getur ekki fengið atvinnuleyfi en að vera sérfræðingur eða íþróttamaður. En hinn almenni verkamaður sem er fyrir utan EES, hann getur ekki fengið beint dvalarleyfi og nema að þessi auglista evrópska efnahagssvæðinu fyrst og með leyfi verkalýðshreyfingarnar. Því hún vill hafa þetta lokað, að því að ef við opnum á þetta, að þá minnkar samkeppninu vinnuafl og það verður erfiðara að berjast fyrir hærri launum. Þetta er bara grunnurinn. En í hvað er þetta að vísa? Mótið kemur og þá verður það, ég bara vísa það að fólk sem er ekki evrópska efnahagssvæðinu, fólk sem býr við bág kjör í þriðja ríki, það getur ekki sótt atvinnuleyfi. Eini möguleikinn þeirra til að koma til Íslands er að fá vernd. Þess vegna er að fara ekki það kerfi. En ef við hefum opna frjálsara flæði, ég er ekki að segja að galopna það, að þarf að vera einhver skilyrði að sjálfsögðu, en ef við rýmkum það, þá er það fleiri sem að geta komið og sótt atvinnuleyfi á Íslandi án þess að það fara ekki verndarkerfið. Þetta er bara lagabreiting. Af hverju nefnir verkalýðshreyfinguna? Af því hún tala gegn lagabreitingunni. En sem ekki lögin? Nei, og því höfum við sjálfstæðismenn alltaf verið að leggja til rýmkun og þetta er alltaf að rýmka smátt og smátt, en við hefum ekki fengið samstarfsflokkana að ganga lengra í því. En nú hafið þið verið, núna í fyrsta sinni, er þið í stjórnarandstöðu og sko, ég velti fyrir mér bara hvers vegna er þetta ekki, ef að þetta hefur alltaf verið ykkar hjartans mál að fólk getur sótt hér atvinnuleyfi. Af hverju hefur þessu bara ekki verið breytt? Eins og ég segi að þetta hefur, verkalýðshreyfingin hefur þá litið á það sem forsendubrest í kjarasamningum og öðru og við hefum kannski ekki haft meiri hluta með okkur, við hefum aldrei verið eini ríkisstjórn en við höfum náð skrefum, þannig að við höfum verið að ná skrefum fram á við þessu og tala fyrir því. En ég ítreka að við höfum kannski ekki tala fyrir galopnun en allavega góðri rýmkun á þessu og finnst að þetta kerfi hafi verið rýmkað og því höfum við verið að búa til leiðir fyrir námsmenn, við höfum rýmkað þetta fyrir íþróttamenn, við höfum náð að rýmka þetta fyrir sérfræðinga og opna svolítið sérfræðingaregluna og svo þetta að það sé auglýst á evrópska efnahagssvæðinu og ef það dugar ekki þá megi fara þannig að það er búið að rýmka þetta alltaf smátt og smátt. En hvernig nákvæmlega, bara svo ég skilji hvernig í ósköpunum stendur verkalýðshreyfingin í vegi fyrir því að stjórnvöld breyti lögum eftir sínu eigin höfði? Hún hefur náttúrulega áhrif á þá stjórnmálaflokka sem hafa til dæmis verið með okkur í samstarfi annað og hún hefur verið gegnum kjarasamninga og það sem vakir fyrir verkalýðshreyfingunni að hún vil náttúrulega ekki að það aukist þá mögulegt atvinnuleysi hér og ef það er aukið atvinnuleysi þá er minni þrýstingur að hærri laun og framvegis
ég hugsa að það sé nú það sem undirliggjandi í þessu. Þannig að það í rauninni eitthvað krafa frá verkalýðshreyfingunni að það sé bara einhvern veginn svona bara góður rammi utanum hvað má og hvað má ekki. Það sé ekki hægt að ég fara illa með fólk og þú veist, það oft talað vinnumannsal og allt þetta. Ertu þá að vísa í þá gagnrýni eða ertu að vísa eitthvað svona sérstakt atvik? Getur þú útskýrt það fyrir mér? Nei, ég bara í þetta almennt auðvitað erum við öllum hótið vinnumannsal og það tengist þessu ekki neitt og bara alls ekki. Þannig að við viljum öll búi við góð kjör og það nú meira þess að samkeppnismál fyrir atvinnulífið. Ef einn með einhvern undirlaunaðan og í þrælavinnu þá gerir það hann samkeppnishæfur, þannig að sjálfsögðu vil ekki sjá svoleiðis framferði við fólk og við höfum saminast í því að breyta reglum sem takast á við það. Ramminn alveg skýr núna, það sem að við höfum viljað, við höfum víkka ramman, þannig að það komast fleiri inn í ramman, en það sem að verkalýðshreyfingin sér við það, að þá minna samkeppni starfsfólkið og því meira framboð starfsfólki, því minni þrýstingur á hærri laun. Ertu að vísa í eitthvað svona sérstakann fulltrúa verkalýðsins eða getur þú nefnt mér eitthvað dæmi? Þetta bara áratuga umræða og með smá Google getur þú séð þetta á mörgum stöðum. Þetta búið að vera langt debatt milli okkar og verkalýðshreyfingarinnar. Ég fagna bara opnari landamærum. Já, við höfum talað það að það sé bara að fólk fari réttu leiðina, að einhvern skilyrðum uppfylltum. Þannig að opnara leið fyrir þá sem vilja koma hér og standa eigin fóti og gera okkar samfélag betra og sitt eigin líf betra. En mjög strangar kröfur þar á þeim kerfum sem sérstaklega ætla fyrir þá sem minnst minn eiga sín og þau kerfi verða að vera staðar fyrir þá en ekki full af fólki sem að geta átt aðrar leiðir. Ég alveg sammála þér, bara alveg upp á bara næstu því öllu marki. Það bara þetta með að byrja ekki á röngum enda. Nú búið að þrengja til dæmis, það búið að breyta lögum verndarkerfið mitt, en það hefur ekki verið rýmkað á móti frelsið til þess að sækja atvinnu. Þetta ekki mistök? Nei, við höfum verið að gera bæði, Við höfum verið að rýmka þetta, eins og ég segi, Sjálfstæðisflokkurinn hefur náð töluverðum árangri að rýmka rammann, töluverðum árangri, en bara ekki eins langt en við viljað. En verndarkerfið líka að reglurnar séu skýrar þar, eins og kom inn á, að þar erum við líka að setja þá skipulögn glæpastarfsemi skorður. Og það bara staðreynd málsins að fólk hefur verið seld ferði til fyrirheinaðarlands Íslands og farið bara frítt húsnæði og fæði og svo vinnu, svo kemur fólkið og á ekki rétt á þessu samkvæmt verndarkerfinu og fær ekki vinnuna og fær þetta ekki og þá búin að tapa fjármununum í skipulega glæpastarfsemi. En þau sem hafa fengið vernd í gegnum þetta kerfi, eins og gerðist á töluverðan tíma fyrir marga frá Venezuela, að þau voru mörg hver, ég ekki að segja öll og ekki alveg allan hópin, en margir lentu þá í því að þurfa að borga toll alltaf 90 krónur á mánuði fyrir sitt fyrir að hafa fengið þessa vernd og þannig þessa atvinnu. Þannig að við þurfum að horfa á heildarmyndina í þessu. Hjálpið okkur að byggja upp dreifikerfi samstöðvarinnar með því að læka síður samstöðvarinnar á YouTube og Facebook.